Velkomin á þessa YouTube-rás. Í myndbandinu okkar í dag er vandlega valið úrval myndbanda frá ótrúlega fallegum fyrirsætum af Instagram. Í þessu myndbandi ræðum við hvernig konur fá valdeflingu frá tísku fyrirsætum á samfélagsmiðlum. Samfélagsmiðlar hafa skapað rými þar sem tísku fyrirsætur geta innblásið konur með því að sýna fram á tískufatnað daglega. Margar konur í tískuiðnaðinum hafa byggt upp vörumerki sín í kringum hugmyndina að styrkja aðrar konur. Tíska getur einnig verið notuð til að hvetja og styrkja konur á öllum aldri, kynþáttum og efnahagslegum bakgrunni pólitískt. Tíska er tjáning á því hver við erum. Hvaða föt sem þú velur að klæðast segir mikið persónulegan stíl þinn og óskir. Það er leið til tjáningar en einnig öflugur lykill að breytingum. Að styrkja konur í gegnum tísku er eitthvað sterkt og mögulegt. Tíska endurspeglar einnig útgáfu af sjálfri þér sem þú vilt að heimurinn sjái. Hún undirstrikar einstaklingshyggju og gerir þér kleift að tjá þig án þess að þurfa orð. Hver kona hefur einstaka leið til að líta á heiminn og það endurspeglast í því sem hún klæðist. Útgáfa hverrar konu af valdeflingu er mismunandi. Sumar konur kjósa að klæðast látlausum fötum, á meðan aðrar kjósa að klæðast meira áberandi. Ein leið sem tískumerki, sem byggja á valdeflingu kvenna, geta náð markmiði sínu er að vera meðvituð konur á öllum aldri og með mismunandi líkamsgerðir. Þetta gæti þýtt að bjóða upp á stærðir frá smávaxnum upp í stórar stærðir og gera þessar stærðir aðgengilegri fyrir konurnar sem kaupa þær. Sérhver kona hefur mismunandi leið til að finna fyrir valdeflingu í gegnum tísku. Þættir eins og efnahagsleg staða og kynþáttur hafa mikil áhrif á hugmyndina valdeflingu kvenna. Takk fyrir að vera með okkur enn og aftur á þessari rás. Ef þér líkaði myndbandið, ekki gleyma að gerast áskrifandi að rásinni.